sjálfsmynd sjúklingsins breytist mjög mikið við það að greinast. Eins og ég hef sagt að þá fellur sjúklingurinn út úr lífinu eins og sjúklingurinn er vanur og tilgangurinn virðist minnka. Afleiðingar af krabbameinsmeðferð yfirleitt hármissir og ýmislegt annað. Og fyrir konuna mína sem hárgreiðslukona og var með sítt hár, þá var það ofboðslega erfitt að missa hárið. Og hún tók það mjög illa til að byrja með. En það lagaðist nú þegar hún fékk mjög góða hárkollu og svo bara einhverjum mánuðum seinna þá vorum við í myndatöku og hún ákvað bara að láta slagið standa og tók af sér hárkolluna og setti svo myndirnar bara inn á Facebook og hún leit bara ofboðslega vel út og voru allir sem hrósuðu henni og þá loksins trúðu mér. Og en þetta er atriði sem er mjög erfitt fyrir sjúklinginn og það gildir bara að láta sjúklinginn vita að segja nú satt og styðja hann og það er margar aukaverkanir við lyfin sem að einnig valda því að sjálfsmyndin skerðist. Það eru hormónameðferðir, svona sterameðferðir segja ég, sem eru oft í þessu og þá eykst allur kraftur en sama skapi þá svona eykst vökvasöfnunin í líkamanum og það er ekki alltaf sem að það er svona það sem að sjúklingarnir vilja. En það er bara yfirleitt ekki eitthvað sem að hrjáir aðstandendur og vini. Það er meira bara sjúklingurinn sem á við þá erfiðleika að stríða. Og þá, eins og ég hef sagt áður, það er bara að reyna að styðja viðkomandi í gegnum það. Sjúklingurinn kann yfirleitt illa við það að vera kallaður sjúklingur. Það er yfirleitt ekki eitthvað sem að þeir vilja hafa sama sem merki við. Og það er líka hluti sem að hármissirinn veldur eða allir konunni minni var það að henni fannst alveg hræðilegt að þurfa að fara út á meðal fólks og það myndi allir horfa á hana sem sjúkling. Og henni fannst að ef hún var með klút að það væri allir horfandi á hana en í reyndina þá bara öllum yfirleitt nákvæmlega sama. Það er bara þannig og það er enginn að horfa, það er enginn að spá. Og allar þessar hliðarverkanir valda því að sjálfsmyndin minnkar. Og svo er það með það að þó að sjúklingurinn vilji yfirleitt ekki vera kallaður sjúklingur, þá er það bara þannig að það er ekki hægt að gera sömu kröfu til manneskju sem er í krabbameinsmeðferð eins og manneskju sem hefur ekkert greinst. Og það tekur langan tíma fyrir krabbameinssjúkling að ná sér eftir meðferðir. Og þetta þurfa allir og þar á meðal sjúklingurinn að gera sér grein fyrir. Ég hef mikið orðið var við það að sjúklingar eða réttara sagt fólk sem hefur klárað sína meðferð og er ekki lengur sjúklingar ætla sér of og finnst að þeir séu bara tilbúnir til þess að fara út á vinnumarkaðinn og fara út og gera allt sem þeir gerðu áður. En öll eftirmeðferðin er eftir og það er mjög erfitt fyrir sjúklinginn eða viðkomandi að fara út á vinnumarkaðinn og ætla sér að koma aftur tilbaka því að kerfið samþykkir það einfaldlega ekki. Þegar að viðkomandi hefur tekið þá ákvörðun að hann sé orðinn frískur
og fullkomlega færum að taka þátt í lífinu aftur, þá þýðir ekkert að fara seinna og segja við Tryggingastofnun, heyrðu, ég gerði smá feil. Því þeir samþykkja ekkert aftur inn á sjúkradagpeninga. Og þetta það sem hefur gerst mjög oft og ég hef heyrt mjög marga tala að þrekið var ekki alveg komið. Þeir bara uppgötvuðu það ekki almennilega og héldu að þeir væru fullfærir að fara í fulla vinnu og að hugsa heimili og börnin og allt saman, en voru það svo ekki. Og þess vegna bara vil ég hvetja fólk að nota tækifærið á meðan það á sjúkradagpeningum til þess að reyna bara að gera allt sem að það langar til að gera en hafði ekki tíma til þegar það var í vinnunni og byggja upp þrek og líkamlegan styrk aftur því að það ekkert athugavert við það að ná sér af veikindum að fullu.